Nú tel ég að ég sé búinn að fylla og pússa allt sem ég þarf á þessi hallastýri hérna. Og ég gæti alveg hugsanlega látið þau vera núna, ekki gert neitt meira. En til þess að fá jafnan lit, því að þessar skellur eru náttúrulega áberandi, þá ætla ég að setja eina umferð af grunni í viðbót sem ég síðan pússa bara slétt. Þess að ég reyna ekki að fara í gegnum hann, ég bara rétt pússa ofan í það. Ég ætla að hafa eitthvað undir hérna. Þá geta að hafa svona stál, láta hann sitja því. Svona. Nú set ég bara örþund lag sem að ég kem til með síðan að bara slétta út. Þetta fær núna að þorna, svo snýði þessu við og geri hinum einn. Ég ætla að færa nú þetta aðeins frá hérna. Því að hérna var ég með hliðarstýrið og ég tel mig vera búinn að fylla allt sem þarf í þessu hliðarstýri. Þannig að nú fæ ég mér þennan 400 pappír. Nú ætla ég ekki að bleyta hann. Nú ætla ég bara rétt að slá á. Maður finnur að þessi spreyáferð er gróf. Ég ætla bara rétt að slá á það. Þannig að ég bara aðeins rulla pappírnum eftir þessu. Til þess að taka niður verstu broddana. Sumstaðar náttúrulega kemst maður ekki hjá því að fara í gegn eins og hérna, en það gerir ekkert til. Ég er eiginlega ekki að ýta neitt á pappírinn heldur, ég bara læt hann liggja hérna á, en það sést að hann fyllist ekki mikið. Og þegar ég þurrka síðan reykið í burtu, þá ætti ég að vera komin með áferð sem að ég ætti að vera ánægður með. Þetta er líka í síðasta skipti sem að maður athugar hvort það er einhverja misfellur. Og hérna sé ég að það er ein pínu lítil. Það er alltaf, kemur ein og ein. Þannig að þá sæki ég fyllefnið. Nú ætla ég að nota bara rétt smávegis í þetta hérna. Aðeins að leyfa því að sitja þarna. Þetta kemur til með að taka sig í nokkra mínútur og síðan get ég pússað það niður. Og það er ekkert víst í þurfi heldur að grunna yfir það aftur. En á meðan get ég farið hérna hinum megin og pússað hina hliðina. Og hérna sé ég strax að koma pínu litlar misfellur. Ég veit ekki hvort þetta sést í mynd. Það er ein hér, hérna og hér. Þannig að ég þarf að fylla í þetta.
Nú alveg að koma sko að því líka að maður fer að spyrja sig hvenær á maður að hætta að fylla í göt. Hvenær ætlum maður að hafa götin bara, segja bara þetta er misfella og hún þarf að vera þarna. Svona. Nú ætlum ég að halda áfram með restina. Hérna vængurinn, búinn að pússa hann. Nú ætlum ég að leita að misfellum í honum og fylla þær. Og skrokkurinn er þarna út í horni tilbúinn til að gera þetta líka. Hérna er vængurinn og nú er ég búinn að grunna hann þrisvar, pússa og setja fylliefni alls staðar þar sem að ég taldi þurfa. Og ég á eftir að grunna þetta einu sinni og pússa yfir það með fínum pappír og þá ger ég ráð fyrir að vængurinn verði tilbúinn. Ég á eftir að gera aðeins hérna og ég skal leyfa ykkur að sjá hvernig þetta fer. Pappírinn sem ég nota er svona 400 pappír og ég tek hann bara niður í svona þægilega reiningar eins og svona. Þetta er svona eitthvað sem gæti passað á húsikubb þess vegna og síðan renni ég þessu bara hérna á. Nú þarf ég að þurrka rykið af, það setur bara og nú kemur í ljós að grunnurinn sem er frekar dökkur, hann sýnir hvar dældir eru. Hérna til dæmis er dökkur blettur. Það eru dökkir blettir hér og hér, eitthvað hérna eftir frambrúninni, ég finn líka hérna og hér eftir afturbrúninni og hérna meðfram. Hér eru misfellur sem ég þarf að fylla og fyrst að ég er búinn að finna þessar misfellur þá pússa ég þær aðeins betur. Stundum getur maður náð þeim niður en maður verður náttúrulega að passa sig að fara ekki í gegnum glerflýturinn. Þessi bútur er núna ónýttur. Hann er fullur af ryki og það er meira sér að byrjað að klumpast saman, þannig að það myndi bara orsaka fleiri rispur, svo að nú bara hendi ég þessu og fæ mér meiri sandpapír. Það er lítil ástæða til þess að vera að spara sandpapírinn í svona vinnu. Það kaupir 10 blöð og það er nokkuð ljóst að maður notar þau öll og jafnvel eitthvað meira.
Svona. Svo þarf ég að taka frambrúnina seinna. Tek hana bara sér. En núna ætla ég að fylla í þetta allt saman og þá nota ég meira af þessu hérna. Þetta er alveg frábær fyllir. Og hérna er stór klessa og maður setur í hana. Það var ekkert hér, hérna var eitthvað. Hérna er brún, ég ætla að reyna að mýkja með fylliefninu. Svona, nú þarf þetta bara að fá að harðna og þetta, ef fylliefnið er ekkert svakalega mikið, ef maður hefur ekkert rosalega þykkt, þá tekur þetta ekki nema 10 mínútur korter að þorna. En þá tekur við næsta skref. Þrífa þetta. Það er að pússa niður fylliefnið. Ég er búinn að því hér og hérna megin á vagnum eru klessur sem ég fyllti í gær og eru orðnar harðar. Það er ágætt þegar maður gerir þetta að nota þennan sama pappír, en í þetta sinn þá reynir maður að nota vatn til þess að þrífa úr pappírnum. Vatnið hjálpar líka þegar maður er að pússa þetta efni. Það er einhvern veginn pússast betur ef það er blautt. Og til þess að þetta verði ekki ein klessa, þá notar maður svona pappír til þess að þrífa það. Við það að ná niður þessu fylliefni, þá fer náttúrulega grunnurinn í kring algjörlega. Nú er pappírinn alveg gjörsamlega fullur, þá hreinsar maður með vatni og heldur áfram. Svona. Og þrífur alltaf leið.
Svo var það frambrúnin. Hún alveg spes fyrirbæri sem maður þarf að hafa í huga. Maður tekur hana alveg sér, einbeitir sér að henni. Stóru partar af henni fara náttúrulega með þegar maður gerir á ofan og neðan. En nú ætlum ég bara að fá mig nýjan sandpapír hérna og renna fram og aftur eftir frambrúninni. Athuga hvort að hér eru einhverjar misfellur sem ég þarf að fylla í. Nú það puttarnir sem ráða. Hérna eitthvað. Það tók upp í næði ekki niður. Nú, þetta hvarf. Hérna dökkur blettur, það örugglega hola hér. Hérna má aðeins koma, þannig að það eru tveir staðir þar sem ég get sett smávegis. Og hér. Og hérna. Svona, þá þessi frambrún fín.